Atvinnurekendur setja í vaxandi mæli ákvæðin í ráðningarsamninga að starfsmenn þeirra megi ekki ráða sig hjá sambærilegu fyrirtæki í tiltekinn tíma þegar þeir hætta hjá þeim. Milljónir manna flýja nú fellibylinn Ívan sem skellur á ströndum Mexíkóflóa í nótt. Neyðarástandi hefur verið lýst yfir í 3 ríkjum Bandaríkjanna. Og Íslandsmeistarar Hauka töpuðu í kvöld í fyrsta leik sínum á Íslandsmótinu í handknattleik karla. Gott kvöld, nú hefjast seinni fréttir sjónvarpsins miðvikudaginn 15. september. Æ meira ber á því að atvinnurekendur vilji setja ákvæðin í ráðningarsamninga að starfsmenn megi ekki, ef þeir hætta störfum, ráða sig hjá sambærilegu fyrirtæki í tiltekinn tíma. Þetta er algengara hjá starfsfólki með afmarkaða sérþekkingu, meiri menntun eða sérstæða reynslu. Lára Júlíusdóttir sem sérfræðingur á sviði vinnuréttar hefur skoðað dóma í málum sem varða svona ráðningarsamninga. Ákvæðin í þeim eru misjafnlega stíf, allt frá því að starfsmaður skuldbindi sig til að sýna fyrirtækinu trúnað eftir starfslok, til þess að skuldbinda sig til að eiga ekki í, né vinna hjá fyrirtækjum í samkeppni við gamla vinnuveitandann. Algengt er að slíkar skorður gildi í 2 ár. Hæstiréttur hefur litið svo á að það sé heimilt að gera svona samninga, en í flestum dómum sem hafa farið fyrir Hæstarétt þá hefur verið dregið úr, eða þær skaðabætur sem hefur verið krafið í málunum, þær hafa verið lækkaðar, og ef hefur verið févítis ákvæði sem hefur verið gerð krafa þá hefur févítið verið sömuleiðis lækkað með hliðsjón af því að það væri ósanngjarnt fyrir starfsmanninn að þurfa að greiða svo háar skaðabætur eða févíti. Lára segir þó öruggt að svona samningar séu leyfilegir og þá verði aðilar að halda. Hins vegar megi ekki binda hendur einstaklings svo mikið að hann get ekki stundað vinnu og afla sér tekna. Samningar af þessu tagi þekkjast víða, en í Danmörku hefur löggjafinn takmarkað heimildir atvinnurekanda til að setja svona skilyrði. Ég sagði það fyrir mér að ef að þetta ykist verulega, þá yrði þrýstingur á það að setja einhverjar hömlur á það að svona ákvæði væru sett inn í ráðningarsamninga, eða að minnstakosti að sjá til þess að menn hefðu þá eitthvað framfæri einhver staða frá þann tíma sem þeir eru að bíða. Neyðarástandi var lýst yfir í kvöld í 3 ríkjum Bandaríkjanna vegna komu fellibylsins Ívans sem væntanlegur upp að ströndum Mexíkóflóa í nótt eða í fyrramálið. Milljónum manna hefur verið ráðlagt að yfirgefa heimili sín í 3 ríkjum Bandaríkjanna, Flórída, Louisiana og Alabama, til að forðast Ívan, fellibylinn sem væntanlegur upp að ströndinni. Gríðarleg umferð frá ströndinu úr helstu borgunum. Yfirvöld vilja að fólk fari frá híbýlum sínum við ströndina þar sem gert ráð fyrir mikilli ölduhæð þegar fellibylurinn skellur á land með 240 km hraða á klukkustund. Mikla skemmdir urðu á húsum á Cayman-eyjum þegar Ívan fór þar yfir í morgun. Þetta er versta veður sem gengið hefur yfir eyjarnar í 72 ár. Tæplega 70 manns hafa látið lífið þar sem Ívan hefur farið yfir. Starfsmenn í dýragarðinum í New Orleans voru að flytja dýrin í öruggt skjól í dag. Stjórnvöld hafa hvatt 1,2 milljónir íbúa að yfirgefa borgina vegna fellibylsins sem búist við að skella á borginni með 225 km hraða á klukkustund í kvöld eða í nótt. Einar Þorsteinsson, fyrrverandi forstjóri Íslandspóst, mun stjórna uppbyggingu nýs póstsfyrirtækis en það verður að mestu í eigu Fréttar EHF sem í eigu Norðurljósa. Einar segir Póst aldrei hafa verið meiri og markaðinn vaxandi. Nýja fyrirtæki sem Einar mun stjórna á að heita Pósthúsið og byggjast á grunni dreifingardeildar Fréttar EHF sem gefur út fréttablaðið út í DFF. En hvernig sér Einar fyrir sér nýtt póstfyrirtæki í samkeppni við hið gamla? Það svo gríðarlegur póstur í umferð á markaðnum. Menn tala oft pósturinn sé að deyja. Ég vil meina pósturinn sé að vaxa. Ég skilgreini póst sem verandi allt sem við erum að dreifa á milli manna frá A til B. Litla sem smáa sem stóra hluti og þetta alveg stórkostlega vaxandi markaður.
Einar segir að lagaumhverfið muni tryggja að allir landsmenn búi við póstþjónustu og það sé vel hægt að gera líkt og gert sé á fjarskiptamarkaði. Fyrirtæki sem annist þá þjónustu fái greitt samkvæmt því. Hægt að leggja meira á blaðbera fréttablaðsins í því að bera eitthvað út? Það að leggja meira á blaðberana, það alls ekki það sem máli snýst um. Þessi spurning hefur alltaf átt við, hægt að leggja meira á bréfbera póstsins, blaðbera morgunblaðsins, fólki sem raðið í hillurnar á vörumörkuðunum, hægt að leggja meira á lagarstarfsmannin sem að vinna vinnuna sína. Auðvitað ekki hægt að leggja meira á fólk heldur en eðlilegt Það sem við erum að velta fyrir okkur eru í víðasta skilningi, dreifing og póstur með nýjum aðferðum, með breyttri hugsun, en alls ekki það að við ætlum að fara að leggja meira á þessa frábæru starfsmenn Fréttablaðsins. Einar segist ekki geta sagt fyrir hvenar fólk muni fá fyrsta bréfið frá pósthúsinu inn lúguna. En við erum ekkert að flýta okkur neitt svakalega. En erum við að tala mánuði eða ekki fyrir næsta ári eða þar næsta? Já, eflaust eitthvað í þessum dúr. Með því að blanda saman dísel og repjuolíu verður til eldsneyti sem kemur algjörlega í stað venjulegrar díselolíu. Franskt fyrirtæki hefur unnið að þróun á þessu eldsneyti í áratug. Það kallast díester og hefur þann kost umfram hið hefðbundna eldsneyti að það brennur mun betur og mengar því minna. Franska fyrirtæki Sapol hefur unnið að þessum tilraunum. Sapol framleiðir fjölmargar gerðir matar- og iðnaðarolíu og rekur margar tilraunastofur í Frakklandi. Repjuolían eins og nafnið bendir til unnin úr repjufræjum og olían sem blandað saman við díselolíuna til helminga unnin á sérstakan hátt. Tilraun þessi hefur vakið mikla athygli og talsmenn fyrirtækisins segja það ekki síst vegna þess að hægt að nota eldsneytið á hefðbundnar díselvélar án þess að breyta þeim á nokkurn hátt. La demande est énorme pour ce type de produit. Les pétroliers sont prêts à nous acheter 3 ou 4 fois plus que notre production actuelle, qui s'élève à environ 380 000 tonnes sur le territoire français. Strætisvagnar í nokkrum borgum Frakklands hafa notað díester eins og nýja eldsneyti kallað í nokkra mánuði með góðum árangri. Vegna þess hve vel eldsneyti brennur eyðslan minni en með venjulegri dísilolíu og útblásturinn mun hreinni. Borgarstjórinn í Rúðuborg mjög ánægður með tilraunina en strætisvagnar þar hafa notað díester frá síðustu áramótum. C'est légèrement plus cher, mais c'est marginal, c'est de l'ordre de quelques centimes. Donc ça n'a pas vraiment un impact sur le plan financier. Forsvarsmenn Sapol segja fyrirtæki nú búa sig undir að framleiða hið nýja eldsneyti í stórum stíl með það fyrir augum að það verði til sölu á almennu markaði. Lítraverðið í tilraunaframleiðslunni 5% hærra en á dísilolíu en á móti kemur að eyðslan minni. Mikil aðsókn í iðnnám framhaldsskólana í ár. Fjölmiðlatækni nýtur mestra vinsælda í iðnskólanum í Reykjavík en minnstur áhugi á málmiðin. Iðnskólinn í Reykjavík fagnar á þessu ári 100 ára afmæli og skólameistarinn gleðst ekki einungis yfir því, heldur einnig yfir aukinni aðsókn í starfs- og iðnnám. 1640 nemendur eru í iðnskólanum í Reykjavík, þar af eru 950 í iðnnámi. 300 eru í kvöldskóla og 120 nemendur í fjarnámi. Aðsóknin að þessum skóla, þetta haustið mjög góð og reyndar miklu meiri heldur en að í raun getum tekið við með húsnæði og annað og aðsóknin í iðnnámið líka góð og ég hef einmitt spurnir af því að aðsóknin í iðnnám út allt land núna þetta haustið mjög góð. Baldur segir að áhugi á iðnnámi hafi alltaf sveiflast og nú sé uppsveifla. Iðnnám sé nú oftar nýtt sem góður grunnur fyrir langskólanám. Hann segir hefðbundnar greinar eins og smíði, háriðn og rafiðn alltaf vinsælar en eina grein ekki ganga nógu vel. Það málmiðnaðurinn. Málmiðnaðurinn á mjög undir högg að sækja og það eru tiltölulega fáir nemendur sem að vilja fara og læra málmiðnað. Og það alveg synd því að við þurfum náttúrulega mikið að þessu fólki að halda og ég held að ungt fólk kannski þurfa að átta sig á því að málmiðnaðurinn í nútíma vinnuumhverfi ekki þessi erfiða skítuga vinna eins og var. Þetta málmiðnaður dagsins í dag hátæknigrein. Mestur vöxtur hefur þó verið í yngstu og nýjustu greininni, upplýsinga- og fjölmiðlatækni, sem byrjað var að kenna fyrir nokkrum árum samkvæmt nýrri námskrá.
Viðskipti í Kauphöllinni námu alls tæpum 7,5 milljarði í dag. Úrvalsvísitalan hækkaði 0,31% og nú 3.571 stig. Dow Jones vísitalan lækkaði 0,8% í dag, Nasdaq lækkaði 1% og FTSE vísitalan hækkaði 0,1%. Gengisvísitalan lækkaði 0,21% í dag og hefur krónan þá styrst sem því nemur. Dalurinn styrktist og var 72 krónur í lok dags, evran veiktist og var rúmar 87 krónur og pundið veiktist og var tæpar 128 krónur í lok dagsins. Við förum þá yfir helstu atriði fyrir fréttana hjá okkur í kvöld. Halldór Ásgrímsson tók við starfi forsætisráðherra í dag. Hann segir stefnt að því að ný fjölmiðlalög verði lögð fram í vetur og að vinna við endurskoðun stjórnarskrárinnar, meðal annars synjunarvald forsetans hefjist fljótlega. Búist við því að það náist að lækka tekjuskatt 4%. KB banki ætlar að bjóða upp á barnagæslu í Valsheimilinu komi til verkfallskennara. Þar ætluðu kennarar að hafa verkfallsmiðstöð. Blóðug átök voru í dag fyrir utan breska þinghúsið milli lögreglu og stuðningsmanna refaveiða sem mótmæltu fyrirhuguðu banni. Stuðningsmenn veiðanna komust inn í þingsalinn. Allir fullorðnir í þorpi einu í Suður-Afríku eru dánir úr alnæmi. Aðeins börn og unglingar eru þar og elsti þorpsbúinn 18 ára. Norðurskautið var íslaust fyrir 55 milljónum ára, enda var sjávarhiti þar þá 20 stig. Þetta má lesa úr borkjörnum úr hafsbotninum við skautið. Og 2 nemendur skráðu sig í starfsnám áliðna sem sett var upp við verkmenntaskóla Austurlands í fyrra. Og við förum þá yfir í íþróttirnar. Bayern Leverkusen vann óvæntan 3-0 sigur á Real Madrid í meistaradeild Evrópu í knattspyrnu í kvöld. Hætta varð leik Róma og Dynamo Kiev í hálfleik í Róm þar sem einhverjum hlut var kastað í andlit Anders Frisk dómara leiksins þegar hann gekk af velli. Róma var þá einu marki undir en sjá má úrslitin í meistaradeildinni í textavarpinu. Íslandsmeistarar Hauka töpuðu fyrir HK í kvöld í fyrsta leik sínum á Íslandsmótinu í handknattleik karla. Þetta eru einmitt liðin sem spáðar bestu gengi í handboltanum í vetur. HK komst fljótlega í 2-1 en þá tóku heimamenn við sér. Þeir jöfnuðu metin og komust í 3-2. Andri Stefán dró þá vagninn og skoraði 3 fyrstu mörk Haukana. Reyndar skoraði hann 5 af 6 fyrstu mörkum Hauka sem komust í 8-4 eftir það bil 18 mínútna leik. Miklu munaði framistöðu Birkis Ívars Guðmundssonar markvarða sem varði mjög vel í fyrri hálfleik fyrir Hauka. Hann einn gat þó ekki komið í veg fyrir góðan leikkafla HK-manna sem skoruðu 10 mörk gegn 2 og þeir komust í 14-10. Staðan í hálfleik var svo 14-11 og í upphafi seinni hálfleiks náðu Haukarnir að minnka munin í 15-14 en HK seg aftur fram út og á endanum var munurinn 4 mörk, 29-24 sigur fyrir HK. Elías Már Haraldsson var markahæstur hjá HK með 9 mörk og Andri Stefán gerði 1-9 fyrir Hauka. Akranes leikur í úrvalsdeild kvenna í knattspyrnu á næstu leiktíð eftir 3-1 sigur á Þór KS í seinni leikliðana í kvöld. Samanlagt vann IA 9-2 Kanada og svo förum við yfir í ísokki. Kanada vann í gær sigur í heimsbikarkeppninni í ísokki. Þeir lögðu Finna í úrslitaleik á heimavelli. Það var gríðarleg stemming á áhorfendapöllunum í Toronto í gærkvöld. Þéttsetinn bekkurinn og flestir á bandi heimamanna. Og það voru heimamenn sem skoruðu fyrsta markið. Joe Sakis gerði það eftir aðeins 52 sekúndur. 4. markið hans á mótinu. Finnum brá í brún en þeir hrestust og náðu að jafna metin í fyrsta leikluta þegar Rico Hall, sem leikur í bandarísku NHL-deildinni skoraði. Nú Scott Niedermayer kom Kanadamönnum svo í 2-1 í öðrum leikluta með þessu marki og heimamenn tóku gleði sína á ný. En Finnar eru segir og þeim tókst að jafna metin áður en leiklutanum lauk. Þar að vera verki Tuomo Ruutu. Laglega gert hjá Ruutu og spennan mikil því allur loka leiklutin var eftir. Þar skoraði Shane Dawn sigurmark Kanadamanna strax í upphafi leiklutans og Kanadamenn fögnuðu vel og innilega í lokin þegar fyrirliðinn Mario Lemieux lyfti sigurlaununum. Formúlu 1 ökumaðurinn Jacques Villeneuve hefur gert 2 ára samning við Sauber-liðið og mun aka árið 2005 og 6 fyrir Peter Sauber og félaga. Villeneuve tekur sæti Giancarlos Fisichella sem fer til Renault í stað Jarno Trulli en hann verður ökumaður Toyota árið 2005. Villeneuve hefur ekki ekið í formúlunni í 1 ár en nú er hann kominn á fullt.
Hann er reynsluóp fyrir Renault í dag og mögulegt er að kappinn keppi í 3 síðustu mótunum fyrir liðið. Hann verður hins vegar ekki í þeirra herbúðum á næsta keppnistímabili því Kanadamaðurinn keppir fyrir Sauber-liðið. Villeneuve, sem er 33 ára og var heimsmeistari með Williams árið 1997, er ánægður að vera kominn aftur í formúluna. Hann segist hafa hrifist af aðstöðunni hjá Sauber-liðinu og fagmennskunni þar. Sauber-liðið er með Ferrari-mótora og í mikilli sókn. Það verður því forvitnilegt að fylgjast með hennum baráttuglaða Jacques Villeneuve á næsta tímabili. Við ljúkum fréttum kvöldsins með kjarnyrtum rímnakveðskap en kvæðamannafélagið Iðunn fagnaði 75 ára afmæli sínu í Borgarleikhúsinu í kvöld. Gríðarlegur fjársjóður rímnalaga frá fyrri tíð verður svo aðgengilegur almenningi á 4 geisladiskum sem smekkleysa gefur út og við kveðjum að ramm íslenskum sið með rímur og kór að vopni. Verði sæl. Annar en ég hvað hún syngur. Höldum gleði hátt á loft, helst að skeður gaman, þetta skeður ekki oft, að við kveðum saman.